það eru rosalega margir grimmt á móti gervigreind, maður sér það á netinu og aðrir sem maður alveg bara mjög með og maður fann að heyra bara jafnvel hluti eins og að fólk vilji bara fara off the grid og vilji bara slíta sig frá þessu öllu, þetta allt svo óþægilegt og skrítið og bara svona taka Amish 2.0 þar sem maður bara, heyrðu, við ætlum ekki að nota neina tækni eftir árið 2020. Ef að byrja þetta? Byrjum þetta. Ertu tilbúin? Ég ógeðslega til í hana þá. Ok. Stóra spurningin og það sem að svona við höfðum í huga í undirbúningi fyrir þennan þátt spurning sem við fengið oft. Gervigreind að fara að taka yfir heiminn? Við ætlum að svona skoða nokkrar sviðsmyndir í þessum þætti. Við ætlum að fara yfir jákvæðasta scenarióið. Við ætlum að fara yfir svona smá millistig og svo ætlum við að fara í svona myrkustu sviðsmyndina sem getur átt í stað. Já, við erum búin að vera pínu smeykir að taka hana þátt. Við erum og við svindluðum nú smá í síðustu viku og ræddum þetta aðeins hvernig við myndum svona byggja upp þennan þátt og svoleiðis. Já, og það leiddi til þess að við vildum ekki taka þáttina því að við vorum bara að vera þunglyndir og vissum bara ekkert hvað okkur fannst þessa hluti. En þetta samt svo mikilvægt að ræða þetta. Já. Út af því að þetta eitthvað sem fólk að pæla í. Algjörlega. Og ég veit ekki hvort það sé rétt hjá mér, en ég hef upplifað svolítið að svona því minna sem fólk að nota gervigreind, að því meira það hrætt við hana. Það hrætt við hana sko bæði út af þessu svona praktísku ástæðum, svona skammtíma áhrif á vinnumarkað og svoleiðis. En það kannski út af mörgum sci-fi myndum sem fólk hefur séð, þessi ótti í huga fólks að gervigreindin muni sleppa. Ég hef verið spurður út í þetta. Við ekki hrætt hún muni sleppa út eða hún muni taka yfir eða þú veist. Líka fyrir þeim sem að vita svona lítið þetta, þá virkar þetta svolítið eins og allt sama dæmið. Þetta svona Skynet feelingur að allar gervigreindirnar séu með einhver svona samskiptamóta sín á milli. Já. Sem að bara sjaldnast það. Það mjög fáar gervigreindir sem að tala við hver aðra og það þarf að setja það sérstaklega upp, sko. Já. Þannig að það kannski eðlilegt að margir sem að vita ekki betur eru mjög hræddir við einhver svona Skynet-pælingu. Og ekki einu sinni bara þeir sem að vita ekki. Af því að núna var ég bara að hlusta fyrir stuttu á hlaðvarpið mitt með Ilya Sutskever, einu frægasta nafninu í gervigreindabranssanum. Alveg bara, hann svona nærði góðsagnakennd fígúra í gervigreindageiranum. Hann var meðal Taylor Swift gervigrindar heimsins. Hann pínu þannig, nema ef að Taylor Swift væri búin að vera í feilum í nokkur ár og enginn veit neitt hvað að frétta. Rihanna gervigrindar heimsins. Já, þetta mjög áhugaverður karakter og hann poppaði inn á þetta hlaðvarp hjá honum Dwarkesh og eitt af fyrsta sem hann segir, sem svo lýsandi, trúir að þetta sé bara í raun og veru í gangi. Finnst þér ekki ótrúlegt að þetta sé í raun og veru að gerast? Af því að fyrir sérfræðingunum í geiranum líka, þá þetta líka allt svolítið absúrt eða svona bara surrealist. Algjörlega. Það veit enginn hvað í rauninni morgundagurinn ber í skauti sér. Það geti komið eitthvað rosalegt út sem bara geti breytt öllu. Já. En hann talar líka í þessum þætti að hann sé ekki sannfærður það að núverandi uppbygging og arkitektúr sé að fara að koma okkur á einhvern. Já, núverandi nálgunin sé nálgunin sem mun kom okkur á þennan skeristað. En hins vegar það sem hann og ótrúlega margir aðrir sérfræðingar eru sammála að þetta skref í þá átt. Við erum búin að opna Pandoruboxið á einhvern hátt. Við erum búin að taka fyrstu skrefin og það ekki snúið aftur. Og hvort sem að verður smá arkitektúrbreyting eða algjörlega ný nálgun, að þá erum við búin að sjá í rauninni það sem að þarna rétt handan við hornið með þessari tækni og áttum okkur á því að þetta doable. Algjörlega. Og þetta orðið, þetta ástæðan fyrir því að þessi tæknirisar að kasta $100 milljörðum í þetta vandamál að því að þeir vilja vera fyrstir. Og eins og ég muni tala í þættinum að það ástæða fyrir að þú vilt vera fyrstur. Af því að það forskot sem að þú munt hugsanlega þá halda að eilífu. Forskot sem að enginn annar getur fengið. Það að vera fyrstur. Manstu hver var í öðru sæti þegar Usain Bolt setti heimsmet á Ólympíuleikunum? Nei. Það voru 500 milljón manns að horfa í beinni. Já. Það eru svona 3 þeirra sem geta sagt hver var í öðru sæti. En Ilya, hann með fyrirtæki sem heitir Safe Super Intelligence. Já. Og að reyna að nálgast þetta SSI.
Þetta eitthvað sem mikið á milli tannanna á fólki. AGI, SSI. ASI. Já, ASI segja. Fyrirtæki hans, SSI. En þessi tvö hugtök, AGI og ASI, eru svona stóru hugtökin. Og við ætlum aðeins að fara áður en við förum að tala þessar sviðsmyndir og þessar hluti. Við tölum aðeins hvað þetta þýðir. Af því svo líka, þetta svona leiðilegt dæmi, það sem þú þarft að byrja samtalið á skilgreiningum. Það svona, það drepur oft svolítið flæðið, en hins vegar það ágætlega mikilvægt að skilja allavega svona hvað þessar skilgreiningar eiga sameiginlegt. Eins og ég skil þetta, þá AGI gervigreind sem að getur að mestuleyti gert flesta hluti jafnvel og við á svona hugsunarleveli. Já, getur flest, ef ekki allt sem manneskja getur. Já. Nema sko, við erum að tala hérna með tilliti til, þú veist, greindar. Já. Þú veist, við erum að tala svona tölvuverkefni eða hugsunarverkefni, plönun og leysa dæmi og eitthvað svona. Við erum að fást við svona þessu hugsunarverkefni, en sumir eru með AGI skilgreiningu sem felur í sér líka svona embodiment, eða í rauninni að þetta sé líka vélmenni og getur gert líkamlega allt sem manneskja getur gert. Einmitt. Það svona að mínum mati eitthvað sem komið þá lengra heldur en AGI. Einmitt. En ég meina það það sem manneskju getur gert og að vera góður með höndunum ákveðin greind sem mjög verðmæt. Já. En þetta stendur fyrir Artificial General Intelligence. Já. Og fyrir mér þá svona felur það í sér að við erum að reyna að nálgast þessa vitsmuni. Já, reynda. Mér langar að taka einmitt sama svona gefa þessari skilgreiningu gefa þessum orðum sama samhengi og Ilja tók í hlaðvarpinu. Af hverju tölum við þetta general intelligence? Við erum vön þessu artificial intelligence, en general parturinn, þessi breidd sem við erum að tala það kom til út af því að hérna áður fyrr, þá vorum við að fást við gervigreind sem var ógeðslega klár í einhverju einu og menn byrjuðu að nota hugtakið artificial narrow intelligence. Og þá var það gáfur á ákveðnu sviði en lélegur í öðru, svona eins og einhver sem tölvusjeni en lélegur í mannlegum samskiptum eða eitthvað áleika. Þrönggreind. Já, eitthvað svona íkt tilfelli þessu, eins og gervigreind sem ótrúlega góð í tabli eða ótrúlega góð í einhverju ótrúlega þröngu verkefni að spá fyrir einhverju betur heldur mannesku geta gert það. En lélegt í öllu öðru eða í rauninni bara gagnslaust í öllu öðru. Hvernig myndur þú þá summera núna AGI upp í eina setningu? Gervigreind sem getur allt sem við gætum gert í gegnum tölvu. Gervigreind sem gæti allt sem að starfsmaður í fjarvinnu gæti gert? Já, það er svona, já, sko, svo líka pæling sem ég geti gert eða sem hvaða manneskja sem geti gert. Já, einmitt. Og ég myndi segja að auðveldasta skilgreiningi væri meira heldur en einhver manneskja, en þá kannski einhver sem ekkert sérstaklega góður á tölvur þar sem að gervigreindin nú þegar búin að tjekka það box. Þannig að við verðum að gefa þessu eitthvað svona vel skilgreind svona eins og bara, allt sem einhver manneskja geti gert í tölvu, ætti gervigreindin geti gert. Þetta svona AGI. Algjörlega. Svo hinn hliðin, ASI. Já, sko, ok. Áður en við förum í ASI, mér langar að staldra aðeins við með AGI og af hverju það myndi fljótlega leiða til ASI. Ok. Ef þú ert með eitthvað sem jafn klárt og við í eiginlega öllu, þá það líka jafn klárt og gervigreinda sérfræðingar í þróun gervigreindar. Og ef þú getur keyrt gervigreinda sérfræðing á einu skjákorti í einhverju gagnaveri, það þýðir að þú gæti keyrt 100 gervigreinda sérfræðinga á 100 skjákortum og ef þú ert með gagnaver eins og búið að vera að byggja í dag þar sem 100.000 skjákort gætur þá ekki kastað í rauninni 100.000 sérfræðingum í eitthvað vandamál eins og að gera gervigreindina aðeins betri. Já. Og ef þú getur notað þessa vitsmuni til þess að bæta gervigreindina sjálfa þá gæti næsta kynslóð að gervigreind sem að gervigreindin bjóð til, þessi aðeins klárar útgáfa, jafnvel leyst vandamála enn betur og gert aðeins klárari gervigreind og aðeins klárari gervigreind. Og á einhverjum tímamóti þá verður það betra en við í að gera gervigreindina klárari. Já, og þetta að fara að stefna í bara þá veldisvöxt, myndi maður halda? Já, eða sko,
þetta allavega verður fljótlega betra heldur en það sem við getum gert og þetta verður fljótlega klárar en við ákveðnum hlutum. Málið er nefnilega það sem svo skrítið við eins og ChatGPT og þessi mállíkön að þau eru að mínum mati og held ég einmitt bara samkvæmt ýmsum mælikvörðum nú þegar orðin mun betri en við í alls konar hlutum en svo líka asnalega léleg í hlutum sem við erum góð í. Algjörlega. Og þetta það sem að Ethan Mollick, vinnur okkar, kallar The Jagged Frontier og það sem svo skrítið einmitt að þetta AGI á ekki eftir að vera eins og manneskja að því að til þess að vera orðið jafn gott við í ákveðnum hlutum þá verður það sennilega löngu orðið margfalt betri en við í öðru og þetta á eftir að vera skrítið þetta á eftir að vera asnalegt hvað það lélegt í einu meðan það er gott í öðru og það er erfitt að sjá það fyrir sér fyrir flesta að því að þetta er ólíkt öllu öðru sem til þetta er eins og eitthvað glænýtt dýr sem ógeðslega gott í einhverju einu en ógeðslega lélegt í einhverju öðru og þú sér það ekkert fyrir þegar þú hittir það í fyrsta skipti. Ok, hér er kannski ein svona viðlíking sem að útskýri af hverju þetta er pínu skeri. Ef að við myndum erfðabreyta manneskjum til þess að vera örlítið klárari og búa til hérna nýja kynslóð af aðeins klárari manneskjum sem væri þá bara með greinda þessu tölu sem að væri að meðaltali fyrir þann hóp, þú veist, 130 með við okkar hóp. Þannig að þau væri alveg 2 staðalfrávikum yfir okkar gáðum. Þannig þeirra snillingar væru enn meiri snillingar og þeirra hálfvitar væru bara eins og venjulegir venjulega manneskjur í dag. Ef þú tekur svo þá kynslóð af ofurheilum og gefur þeim verkefni að gera enn klárari manneskjur og þeir hækka greinda þessu töluna aftur og aftur og við getum séð þetta gerast í huganum með manneskjur og saman áttu við erum að ímynda okkur þetta með gervigreind. Að þá gætur við smá saman gert klárar manneskjur og klárar manneskjur nefnilega eru á vissan hátt valdameiri og rosalega klár manneskja getur platað einhvern sem ekki eins klár getur sankaða sér valdi og áhrifum og svona sem minna klár manneskja gæti ekki eins vel gert. Þannig að það er mjög auðvelt fyrir okkur að sjá af því að ef við erum farin að persóna gera gervigreindina og sjá hvernig hún getur gert sjálf sig klárari að þá alveg eins og með manneskjur þá getum við séð hvernig þetta klára fólk myndi fljótlega svona stinga okkur af og verða enn klárari. Nú erum við komin í dimman skó sem ég rætti ekki út úr sko. Já, ok. Ég fór svolítið fram úr umræðinni af því að það er svo erfitt að eiga þetta samtal án þess að fara yfir í þessar pælingar. Algjörlega. En ef við byrjum bara á að skilgreina hérna ASI, Artificial Superintelligence, í samanburði við AGI og eins og þú nefndir þá er þetta eitthvað sem að gæti fyllt hratt á eftir. Já. Sko, ég hef heyrt eina skilgreiningu fyrir ASI, þar sem að það var eitthvað í þá áttina að þetta væri klárari, ein gervigreind sem væri klárari en allt mannkynið samanlagt. En í staðinn fyrir að fókusa á eina mannesku og betri í einhverju heldur en einn, að þá er þetta svona, þannig að ef að við sem mannkynið myndum setja okkur markmið að leysa eitthvað verkefni, þá væri gervigreindin jafn góð eða betri en við í að leysa þetta verkefni. Sem hljómar geggjað. Ég meina ef við með okkur í liði. Já, ef við sem manneskjur ákveðum að leysa hérna bara einhvern sjúkdóm, bara aldrei aftur þessi sjúkdómur og við látum eitthvað supergreind gera það og hún bara henni tekst það. Kannski kannski þarf hún að reikna í 2 mánuði en að lokum kemst hún að niðurstöðu á einhverju sem að hefði þurft okkur 20 ára. Sko, við verðum, í alvegni við verðum að gera smá disclaimer hérna. Við erum farnir að hljóma pínu crazy. Já, og þetta er einmitt ástæðan fyrir að maður var stressaður fyrir að taka þetta umræðefni er að því að maður fer svo fljótlega að hljóma eins og svona samsæriskenningar og svona eins og maður sé bara pínu vitlaus að tala þessa hluti eins og þessi raunverulegir að því að staðan er svo að þetta er ekki orðið raunverulegt
En við sem manneskjur erum fljóta að sjá mynstur og við sjáum framfarir og við getum oft spáð fyrir hvernig hlutir enda. Við erum oft líka mjög lélegir að spá fyrir hvernig hlutir enda. Veist, og það hefur oft verið gaman að sjá hvernig fólk fyrir 50 eða 100 ári spáðu fyrir framtíðinni og hvað það líkist hlutum ekki neitt og sumt og voru góða spár. En við erum hérna að tala um framtíði sem einhverjir halda að séu kannski bara 5 eða 10, 15 eða 20 ári í burtu. Ég held að skeptískir aðilar í gervigreindarsamfélaginu sé að segja 20 ár, en mjög margir er að segja 5 til 10. Sem svo gali að því að þetta hljómar eins og skrýtnari framtíð fyrir okkur, heldur en fólk var að spá 50 árum fram í tíman fyrir 50 árum. Já. Eins og stærra stökk. Já. Forstjóri Microsoft, hann er að miða við 7 ár, samkvæmt podcastið sem ég hlustaði daginn. 7 ár að AGI. Að AGI, já. Og svo, sko, að við erum að tala um ár. Já. Tíminn frá AGI að ASI, það er oft búið til 2 svona sviðsmyndir, það sem er kallað slow take-off eða fast take-off. Já. Það sem að í rauninni er einmitt verið að tala um að hún muni gera sjálf sig klárari og að í rauninni þetta take-off er þegar að hún, snjóboltinn er farin að rúlla og farin að stækka sjálfu sér. Og þegar þetta er orðið ASI, það fast take-off er ef að þetta tekur minna en ár að gerast, sem hljómar galið. Og slow take-off er að það tekur meira en ár. Og bara því að þau völdu ár, þá hljómar þetta eitthvað svo skringilega og hljómar eins og þetta væri eins og þetta sé svona 50-50 gisk eins og þeir haldið þetta sé þarna en það hefði alveg eins getað sagt ef þetta tekur meira en 1 dag eða minni en 1 dag. Það hefði náttúrulega hljómað fáránlega. Það veit enginn hvað er svona raunhæft bett fyrir tímann. Það veit enginn hvað gerist í framtíðinni og mér langar að segja þér hérna frá aðila á netinu sem heitir Just Punched. Þetta er aðili sem er búinn að vera að veðja inn á veðmálasíðum hluti eins og kosningar og hvað mun gerast í stjórnmálum og eitthvað svoleiðis. Og hann er með 2 milljón bandaríkjadollara í hagnað á þessum veðmálum sínum. Á því að veðja alltaf á að ekkert breytist eða að ekkert áhugavert muni gerast. Þannig að það er mun þetta gerast á næstu 100 dögum og hann segir nei. Sagan sýnir svolítið að oftar en ekki að þá gerast ekki þessu ótrúlega hlutir. Við erum búin að sjá eitthvað fyrir okkur. Gott take, sko. Já, við erum búin að sjá eitthvað fyrir okkur en allra líklegast er að hlutinni gerist rólega. Já. Sko, mér finnst samt, áður en við fyrir að tala um ASI, að því leið þú ert farin að tala um ASI, þá ertu farin að tala eitthvað sem að þú getur svona eiginlega að trýta bara svo galdra, það sem þú segir bara já, það getur hvað sem er. Og það er rosalega erfitt að eiga samtal um hvað þetta myndir raunverulega þýða, að því þetta er orðið það fjarstætt stöðin í dag að við höfum enga hugmynd hvernig heimurinn myndir líta út. En AGI er eitthvað sem ég finnst við gætum átt samtal svona afleiðingar á því og segjum að við myndum bara hætta þróun gervigreindar akkurat þar. Hvað myndi það þýða fyrir mannkynið? Mér finnst það nefnilega svo spennandi tilhugsun og honestly það er ekki nærri því eins scary að ímynda sér að við hættum þar. Nei. Þó að það myndi fela í sér ótrúlega mikla breytingar að þá finnst mér eins og það væri framtíð þar sem ég get skilið svolítið dýnamíkina og hvernig heiminn myndi fungera. Það er auðveldara að það nær okkur. Já. Það myndi til mér fela í sér bara svakalega lýðræðislega byltingu þegar allir eru komnir með aðgang að sömu gáfum og klárast að manneski heimi. Já. Geta borið svona hluti undir hana. Einmitt. Þú veist, bara aðgengi að þekkingu, allir með, aðstoðamannesku sem er ótrúlega klár og skilur og lærir og allt þetta og þetta er svona útópísk sýn á mörguleiti ef við erum bara með aðgengi að gáfum sem eru ótrúlega ódýrar, þú veist, og við getum gert miklu meira. Og að því að í mörgum verkefnum að það er flöskuhálsinn svolítið hugaraflið. Einmitt. Þú veist, við eigum ótrúlega öfluga vélar, en það þarf einhvern að stýra þeim, það þarf einhvern að plana og framkvæma og fá fjármagn fyrir og gera alls konar svona hugræn verk áður en að hluti gerast. Og það er ótrúlega margt sem að væri hægt að gera ódýrara og betur ef við bara ef við getum kastað meiri gáfum í hluti. Já.
Aðgengi sérstaklega, bara við getum bara gert hverjum sem að fá aðgengi að sérfræðingi einhver ákveðinu viðfangsefni. Já. Það myndi breyta mjög miklu. Sko, Elon Musk, umdeildur gaur, en hann með ákveðna sýn á framtíð með gervigreind, með svona AGI, hann talar að þetta sé, sem sagt, hvað kallar hann bara abundance, hann sem sagt leggur áherslu á að þetta sé, sem sagt, bara endless abundance, eða eitthvað þáttina. Hann í rauninni talar að þetta sé svo mikið gnægð, að við eigum nóg af öllu fyrir alla, nægan mat fyrir alla, nægt húsnæði fyrir alla og næg afþreying og bara allt sem þú gæti viljað eigum við til í nægum magni fyrir alla. Og þetta bara svona, þetta svolítið útópískt, að bara leysa öll heimsins vandamál nánast. Og þetta einmitt fyrsta sviðsmyndin sem við ætlum að taka fyrir. Súper jákvæðni. Þetta optimista eða bjartsýnis sviðsmyndin og þeir sem að styðja þessa sviðsmynd, þeir aðilar einmitt, sem maður sé mikið af þessu liði á eins og X. Maður sé svolítið mikið af hverju af þessum fylkingum á netinu, en þessir aðilar, þeir vilja yfirleitt flýta fyrir þróun gervigreindar. Já. Dario Amodei, sem sem sagt forstjóri Anthropic, hann, sorglegt dæmi, hann misti föður sinn út af sjúkdómi sem var síðan í rauninni hægt að lækna nokkrum árum síðar. Okay, já. Og hann hefur oft sagt að í hans huga að þá hvert ár sem við erum ekki búin að þróa AGI, sem við ekki komið með þessa gervigreind sem að getur leyst öll þessi vandamál, ár þar sem að fólk að deyja út af ástæðum sem hægt væri að koma í veg fyrir og sem vandamál eru til staðar og þjáningar til staðar sem að væri hægt að koma í veg fyrir og þarna ertu með manni mitt sem bakvið eitt af svona öflugustu og bestu gervigreindarfyrirtækjum í heiminum í dag sem að með þessa svona fallegu sýn. Já. Og þeir hafa lagt rosalega mikla áherslu á öryggi gervigreindar. Þeir vilja þessu öflugu gervigreind með því skilyrði að hún sé örugg. Einmitt. Og hún sé í þágu mannkynsins. Já, og það einmitt svona þetta mission hjá þessum fyrirtækjum eins og hjá OpenAI, þeir segja Our mission is to ensure that artificial intelligence benefits all humanity. Eða artificial general intelligence benefits all of humanity. Að þetta sé fyrir alla, veist, og þeir kalla þetta einmitt þarna AI systems that are generally smarter than humans. Já. Það almennt klárar en við. Já. Og Anthropic einmitt, þeir segja we build reliable, interpretable and steerable AI systems og leggja líka áherslu á bara þarna öryggi og gagnsemi. Já. Og þetta geti þýtt bara færri veikindi. Já, bara læknum ýmsa sjúkdóma. Einmitt. Við getum aukið aðgengi að mat, við getum optimiserað einhverja svona keðjur sem að skila mat til fólks og ræktun. Einmitt. Spáð fyrir alls konar hluti sem skipta okkur máli þegar kemur að lífsgæðum. Ég hef stundum sagt við fólk, bara nefndu mér eitt vandamál sem væri ekki hægt að leysa með gáfum. Já. Sko, hvort sem þú tekur risastór vandamál, bara eins og hlýnun jarðar, eða eitthvað svona læknisfræðilegt, eitthvað svona ótrúlega sértækt vandamál, að það sem mannkynni hefur sýnt fram á einmitt að við leysum vandamálun okkar með gáfum. Þú veist, ef vandamáli við hlýnun jarðar og að leysa það segjum bara pólitískt, það vantar pólitískan stuðning. Getur ekki fengið pólitískan stuðning með því að koma málinu fram á akkurat réttan hátt, með akkurat réttri upplýsingamiðlun, með akkurat réttum undirbúningi, með akkurat réttu svona markaðsherferð. Þú veist, það er röð aðgerða sem ætti að skila sér í lausn þarna ef þetta leysanlegt vandamál og að vera nógu gáfaði til þess að sjá þá leið eitthvað sem bara krefst þess að við höfum nægilega miklu gáfur. Ég held að það sem verður svolítið bylting fyrir okkur með AGI bara aðgengi að upplýsingum, aðgengi á gögnum. Þetta rétt sem þessi að segja eða ekki, sko? Já. Annar áhugaverður eiginleiki við, sko, það sem að flöskuhálsinn verður í rauninni þegar þú komið þessa gáfur
flöskuhálsinn verður orka. Að því að í rauninni þegar þú brýtur öll vandamál niður þá endanum þetta spurningu held ég auðlindir og orku. Það að segja að ef þið vantar málma, þú veist, að þá þarftu að vera með námur og þá gætu hugsanlega verið með vélmenni sem eru að vinna við þessar námur, orku sem að þarf að fara í að knýja þau, í að knýja bræðsluna, í að knýja öll skrefin sem fara í að búa til málminn, þú veist, meira og minna allt á endanum snýst þú veist, framlag mannsins, þú veist, okkar hugarafl, okkar líkamlega framlag og svo orku. Já. Og það í dag stærsti flöskuhálsinn. Líka flöskuháls fyrir þróun gervigreindar, út af því að þetta þeir telja sig geta framleitt nægilega mikið að reikniafli en ekki nægilega miklu orku til að knýja þessi gagnaver endilega. En sem sagt, þessi optimista sýn og þú veist, og þetta accelerationist mindset, þetta sem að Dario Amodei er með og þetta að mati margra annara svo hættulegt. Það eru þessir svartsýnis aðilar, þessir AI doomers eins og eru stundum kallaðir. Við ætlum að staldra við á einni annari sviðsmynd áður en fyrir mig það, en það er gott að hafa í huga að þú veist, ef þú ert að stefna einhverju hættulegu, viltu það fara eins hratt og þú getur. Og hérna kemur ein viðlíkinga mitt sem ég hef notað í þessari umræðu, að ef þú veist ekki hvað framöndan, svolítið eins og þú sérst að keyra bíl bara í þoku, ef þú veist ekki hvort það beygja, hvort að vegurinn fari beint áfram eða hvort að þú sérst að fara á vegg, hvað gerum við? Við hægjum á okkur. Við gefum ekki í. Nei. Og þessir AI accelerationistar, þeir vilja komast fyrra á áfangastæðin, þrátt fyrir óvissuna, þrátt fyrir þokuna, þannig að til þess að komast þangað fyrr, gefa þær í. En við vitum ekki fyrir víst hvað handa við þokuna og það segja henni, ok, við komumst þangað á endanum og við vitum að því fyrir sem við komumst, það gott, en ef við klessum á vegg á leiðinni, þá komumst við aldrei á endastað. Og það þessi virði að taka sénsinn, þó að við höfum aldrei séð vegg á veginum og þó að við höfum aldrei lent í beygju á þessum staði eða eitthvað svona, að viljum við samt taka sénsinn þegar afleiðingarnir eru árekstur eða eitthvað hræðilegt. Já. En svo þetta svona þessi bjartsýna sín og af hverju það getur þótt svona smá hættulegt, en svo þessi millisviðsmynd sem hvorki ótrúlega jákvæð né ótrúlega neikvæð, heldur eiginlega bara svona með. Og þetta eru aðilar sem eru sagðir af mörgum í gervigreindarsamfélaginu verandi high on copium. Já. Og það að segja að þessir aðilar eru að kópa, þeir eru svona, hvað aftur gott íslenskt orð fyrir þetta? Já, þeir eru svona að gera lítið úr aðstöðunum til þess að þeir þurfa ekki að breyta einhver hjá sér. Já, þetta ekki ákveðin svona sjálfsblekking? Jú, já. Já, svona að þú ert að reyna að samfæra sjálfan þig að það sé ekki vandamál. Já, það ein lína sem ég búin að heyra svo mikið að ég kom með ógeð af henni. Okay. Þetta svona eitt dulbúnasta kópíumið sem til. Já. En ef að segja allstaðar, meiri segja á svona gervigreindar PEP fyrirlesturum og svona, að þá byrjaðu alltaf á þessu kópíumi, þannig að fólk fáið til þess að það eru svona eins að reyna að mýkja höggið fyrir fólk sem ekki tilbúið að heyra sannleikan, að heyra alvöru sviðsmyndina. Veistu hvað setningin það? Sko, ég held að ég hafi heyrt þetta á svona 100 fyrirlestrum. Þetta gervigreind ekki að fara að taka starfið, fólk sem notar gervigreind að fara að taka starfið. Hárrétt. Þetta dæmi svona kópíum þar sem að þú ætlar ekki að sætta þig við að gervigreind geti tekið starf. Já. En þetta fólk með alls konar svona forsendur fyrir því. Já. Það til dæmis bara að þau hugsa, starfið mitt svo flókið, það þarf svo mikið, ég þarf að pæli svo miklu til þess að geta unnið það. Það ekki séns að það sé hægt að sjálfvirkni við það. Ég reynda með, ég
ég skil, sú sýn auðvitað smá takmörkuð og vanmetur hversu mikla framfarir í gervigreind, en ég held ég hafi bara verið í gær að hlusta á hlaðvarp með honum Jensen Huang, forstjóra Nvidia, sem náttúrulega í miðjunni á þessu gervigreindarkapphlaupi. Þeir eru að selja skóflurnar sem eru skjákortin sem eru að þjálfa og keyra gervigreindarleikunin. Mögulega stærsti leikmaðurinn. Já, sennilega. Ég held að þeir voru yfir $5 trillion daginn. Ég man ekki hvað þeir eru í dag. Þeir eru örugglega að flakka upp og niður einhverja $100 milljarðir daglega. En hann, Jensen, hann var með ágætlega gott take hvað þetta var sem var svona smá kópíum, en samt frekar svona raunsær. Hann notaði dæmið geislafræðinga og þetta er svona dæmi sem við höfum heyrt nokkrum sinnum. Algjörlega. Það sem hann Geoffrey Hinton spáði fyrir nokkrum árum að út af því að gervigreind væri farin að geta greint X-ray myndir og sniðmyndir og svona alls konar hluti sem geislafræðingar minna við, að út af því að gervigreind er farin að geta gert það, þá eftir nokkur ár það mun ekki vera neitt geislafræðingur. Svo reyndi staðan vera öfug, hafa aldrei verið eins margir geislafræðingar og þeir hafa aldrei verið á eins góðum launum, allavega samkvæmt þessum tölum og fullyrðingu þarna. Nú veit ég ekki ef það er eitthvað geislafræðingur að hlusta sem eru á lélegum launum og ekki með gott atvinnuöryggi, þá endilega með ég leiðrétta mig. Nei, en þetta er eitthvað svona sem að maður hefur heyrt núna, það sem að þeir eru svolítið afsanna þessa spár að þetta taki störf. En það sem að Jensen sem sagt sagði var að tilgangur geislafræðings, vildi hann meina, væri ekki að greina myndir, heldur vera greina sjúkdóma eða það er að segja, hann setti þetta eiginlega svolítið fram þannig að það að horfa á myndina og túlkana væri einn verkþáttur af mjög mörgum og að starfið væri mun meira en sá verkþáttur. Einmitt. Þetta er ekki það eina sem þeir gera. Nei. En að út af því að stór hluti starfsins var þetta verkefni, að þá leið og gervigreind gat gert þetta og geislafræðingar gátu notað slíka tækni, þá opnaði það hreinlega bara meiri tíma og það var hægt að nota geislafræðinga í fleiri verkefni og nýta þá betur og allt í einu var meiri ávinningur af hverjum geislafræðingi og það var svona hægt að svona snúa þessu svolítið við og styrkja þá. Já. Og þetta er svolítið í takti við þennan frasa sem við erum búin að heyra ótrúlega oft. Já. En það sem að hann sagði hins vegar, sem að ég er svolítið sammála, er að ef starfið er þessi tiltekni verkþáttur, þá er þeir ógnað. Einmitt. Hann sagði að lögfræðingur er ekki bara að túlka lög. Nei. Þú veist, hann er að vernda réttlæti eða þú veist, það er eitthvað svona stærra markmið og þetta mun elevita lögfræðingin ef að það hjálpar honum með ákveðna verkþætti. En svo lengi sem starfið er svona stærri tilgangur og ekki bara einn verkþáttur, að þá ætti gervigreind ekki í rauninni að taka heldur að efla. En það sama er einmitt svona svolítið það sem gerðist með sjálfvirknivæðingu með vélum og svona, það að ef þú vannst við að loka kössum á færibandi. Já. Ef þú vannst við að gera einhvern ótrúlega einhæfan hlut, þá var starfiðin ógnað með sjálfvirknivæðingu vegna véla. Og ef starfið þitt er einn verkþáttur, þá er þér ógnað ef það er hægt að sjálfvirknivæða þann verkþátt. Já. En nú erum við líka komið þangað ef að starfið þitt eru 7 verkþættir. Já. Þá er líka hægt að sjálfvirknivæða ef við náum að sjálfvirknivæða alla þessa 7. Já, og þá erum við spurningin, er starfið eitt verkþættir eða er það einhver tilgangur sem er óháður svolítið hvernig þú gerir það? Einmitt. Af því að starf verkfræðings í dag lítur kannski ekkert út þess að starf verkfræðings fyrir 100 árum. Veist, við erum ekki lengur eða held ég ekki að vélaverkfræðingar séu lengur mikið að teikna á blað, þeir eru í CAD-forritum að teikna og svo kannski næsta kynslóð þá munu þeir bara fá gervigreindina til að teikna eða hanna 3D hluti á einhvern annan nýjan hátt. Veist, þeir verkfræðingar til dæmis eru að leysa vandamál. Okay? Það er engin einn verkþáttur og það er ótrúlega fjölbreytt, en það er ekki allir verkfræðingar. Það eru margir og einmitt það sem var rætt í þessu hlaðvarpi var að það eru samt ótrúlega mörg störf sem eru bara verkþættirnir sem að
starfið snýst Það eru margir sem ráðnir til þess að vinna við einhver ákveðin verk og ef þau verk væri ekki lengur nauðsynleg að þá væri starfið ekki lengur nauðsynleg. Þannig að þetta að vissuleyti svona kópíum fyrir þá sem eru með flóknari störf eins og þú lýsir, þar sem að það er einhver æðri tilgangur, en að öðru leyti líka smá svartsýni fyrir þá sem að vinna við störf sem að... Já, ég veit eitt starf sem að felst bókstaflega í því að kopja efni á einni heimasíðu og færa það yfir á aðra heimasíðu. Eitthvað sem að þarf ekki einu sinni gervigreind til þess að gera, en ég veit manneskju sem að er á launum við þetta. Vá. En þetta er kannski bara svona góður punktur fyrir fólk að pæla í, bara hver er tilgangurinn í starfinu mínu? Hvað er meiri segja þessi manneskja geti hugsað, tilgangurinn í mínu starfi er í rauninni upplýsinga aðgengi. Já, eða þú veist, tilgangur minn er að hjálpa fólki. Þú veist, og að leysa vandamál. Tilgangur minn er að gæta réttlætis. Tilgangur minn er að hugsa heilbrigði einstaklinga, þú veist, og að passa fólk, þú veist, sé öruggt. Ég er alveg því, við erum með okkar tilgangur er svolítið mikið að miðla boðskap gervigreind. Við erum að kenna bæði fyrirtækjum og endurmenntun og erum með þessi námskeið og svona. En ég er alveg á því að í dag er besta leiðin fyrir fólk að fá persónulega kennslu. En ef að það kemur betri leið, eins og bara ef að gervigreindin er því bara ennþá betri heldur við í að kenna þetta viðfangsefni, þannig að hver sem getur tengt við það, að þá myndum við innleiða þá lausn. Já, og einmitt, þú veist, ég hef svolítið sagt að við ætlum bara að vera þar sem að á okkur er þörf. Þú veist, ef það vantar fræðslu, það ætla að vera í fræðslu. Ef það vantar eitthvað flóknara, tæknilegri innleiðingar aðstoð, þá verðum við þar. Og einmitt þessa dagana, ástæðan fyrir að við erum búin að vera svona mikið bara að fræða, er þetta því að þar er mesta þörfin. Langflestir þurfa að komast frá 0 upp í 1 og þeir sem eru komnir þangað þurfa að fara frá 1 upp í 2. Einmitt, þannig að þú veist, að því að við erum með opinn hug fyrir því að eðli starfsins okkar sé að fara að breytast mikið, að það er heldur besta vörnin til þess að undirbúa sig fyrir tilkomu gervigreindar sem að fara að stela alls konar verkþáttum á okkur. Ekki festast einmitt í að halda starfið þitt sé það sem að þú ert að gera dag frá degi, heldur eitthvað æðra, heldur markmiðið þitt. Örsnögt, Pétur hérna, maðurinn sem þið elskið og dáið. Ég ætlaði bara rétt að segja að þú ert ennþá að hlusta, þá ertu greinilega að fá virði út úr þessu hlaðvarpi og af hverju ekki þá bara að pota í einhvern sem að situr í kringu og segja hei, ég er að hlusta á þetta hlaðvarp og ég er að fá fullkomið virði. Lækið endilega það sem við erum að gera, ítið á subscribe eða follow hvað sem þið eru að hlusta, smellið í komment. Við erum að veita ykkur þetta frítt af góðri ástæðu af því að við heldum að þetta sé að gefa ykkur mikið virði og endilega skiljið okkur tilbaka með því að benda öðrum á. Eitt sem ég langaði nefnilega að segja er að ég finn oft að ég er skeptik og ég er ekki viss hvort að það sé kópíum, að þetta sé ég að sannfæra mig að þetta sé ekki eins að fara að hafa eins mikil áhrif og ég stundum sé fyrir mér eða ég sé raunverulega bara ekki sannfærður sko. En oft þegar ég er að tala við fólk og vini mína gervigreind og þeir eru að spyrja er þetta að fara, þú veist, á maður að hólka á þessi hlutabréfa því að þau eru að fara að finna upp AGI og eitthvað svona, þá hugsa ég, nei, enginn er að fara að finna upp AGI. Þetta verður ekki svona spennandi. Nei, þetta verður mjúk lending eftir nokkur ár þegar fólk fattar að við erum komin á toppinn í bili og það munum líða 20 ár þangað til að við finnum eitthvað. Og hluti verða stabílir. Þetta er svona smá eins og með iPhone-in, þar sem að fyrstu árin þá var bara eitthvað klikkað að gera með hverju kynslóð og svo eru allir síma búin að vera eins núna í svona 7 ár. Og hvernig ætlar að gera betra iPhone? Bara það fattar enginn, það er enginn með hugmynd sko. Það væri svo næs líka og þetta er akkur kópíum er svona það lokkar mann svo inn að því það væri svo næs að því við sem manneskjur eigum svo auðvelt með að díla við hluti sem eru stöðir. Það er svo þægilegt að því við getum vanist, orðið góð í heiminu sem er svoleiðis og þegar við stöndum fram fyrir heimi sem er að fara að breytast hratt og hraði breytinga er að aukast, það er það bara eiginlega eins og að segja að óþægindi muni aukast með tímanum. Þetta var líka sérstaklega næs fyrir okkur í AI geiranum
sem að Já, erum bara það hefur smá tíma til þess að innleiða þetta. ég er bara búin að fara allt og seint að sofa öll kvöld síðan að ég byrjaði að fá áhuga á AI vegna þess að ég get bara ekki hægt að lesa nýjustu fréttir það sem er í gangi. Þetta er mikið og Mollik sagði það heldur bara best. Hann sagði það væri mjög næs ef að þessi fyrirtæki getur aðeins hægt á og svo við sem erum að eyða öllum deginum í að skoða gervigreind hefðum smá tíma til þess að ná yfir þetta allt. Já, mér fannst geggjað að hlusta á podcastið með Ilja Sutskever daginn. Það var svo gott. Það var svo þægilegt þar sem hann var að segja ég held að núna séum við að fara í smá tímabil þar sem við þurfum að fara að rannsaka meira í staðinn fyrir að vera að búa til nýja hluti og bylta hlutum. Og það gaf manni bara svona hlýja tilfinningu, bara svona þetta verður næs og þægilegt. Þetta er kópíun, þessi tilfinning þarna, þessi víma sem kemur þegar að þarna það er verið að segja við þig, engar áhyggjur, heimurinn mun ekki breyta svona mikið. Þetta er kópíun víman. Þetta er kópíóiðin. Já. Ekki spurning og svona helstu mótrök sem að sérfræðingar hafa gegn því að við séum að fara í AGI og við séum að fara á þessa rosalega hraðaleið eru takmörkunin við pre-training. Já, eða bara við mállíkan in general. Já. Og þeir telja okkur vera einmitt á þessum pre-training vegg. Það er einn af þessum veggjum sem er alltaf að lýsa. Já. Að líkanið getur ekki lært eftir að við erum búin að, eða getur lítið sem ekkert lært eftir að við erum búin að þjálfa það í forþjálfun og gefa það út. Já, eða sko að það líka, það er eiginlega bara ekki lengur praktískt að gera það klárara með þessum hætti af því að það verður 100 sinnum dýrara til þess að gera pínu lítið klárara á einhverjum tímapunkti þarftu bara að segja ég tími ekki meiri peningi í það. Það er svona allavega þessi pre-training veggur sem að Ilja segir einmitt að við sem komin á að því að skalinn núna er orðin bara það þungur að það tímir enginn að fara mikið stærra og það er alltaf verið að segja þessi veggur en þá er alltaf eitthvað ný bylting þá komið hann að rökhugsunar líka niður og það var svona það var ekki veggur og þá er alltaf allir að búast við að þau hljóta að lenda vegg á einhverjum tímapunkti þegar við erum búin að kreista úr þeim allt sem við getum og svo áður en að það er hægt að verða betra, þá er komið næsta bylting. Eitthvað eins og svona reinforcement learning með svona unsupervised nálgun, þar sem að gervigreindin er látið búa til eigin þjálfunargögn og maður er bara, wow, þetta er næsta. En það hlýtur að ná að lenda vegg á einhverjum tímapunkti. Einmitt. Hann Richard Sutton, sem er svona oft titlaður faðir reinforcement learning, og skrifaði paperinn skrifaði ritgerðina The Bitter Lesson. Hann er á því að líkönin, að þetta sé bara svona helst á takmörkuninni, að þau geti ekki lært eftir á. En líka á því og þetta er svona eitthvað kópíum sem maður heyrir líka stundum, sem er þetta getur ekki verið klárt af því að þetta er bara next token prediction, þetta er bara fancy autocomplete og hvernig eigum við að binda gáfur í það og þarna festust við oft í svona algjöru hólu með skilgreiningar og það er ekki skemmtilegustu umræðurnar þar sem að það er bara eitthvað en hvað eru gáfur í raun og veru og maður er bara svona, við erum ekki að fara neitt en það sem ég vil horfa á er, við erum kannski ekki að leitast eftir einhverjum gáfum út frá einhverju heimspekilegri skilgreiningu, heldur kannski frekar virði. Já, einmitt. Þú veist, hver er útkoman? Erum við að fara að skapa gífurlegt virði? Erum við að fara að spara pening? Erum við að fara að gera eitthvað? Það er það sem að actually skiptir máli. Hitt er meira heimspeki og sorry ekki ef við erum að drulla yfir heimspekilegar umræður. Alls ekki að drulla yfir þær. Af því að ég elska þessar heimspekilegu umræður, en þær eiga ekki heima á borðinu þar sem maður er að skoða hver er framtíð viðskiptana í þessu. Já, og kannski ekki á bakvið ákvarðanir hvar eða $100 milljarðar. Það er ekki það sem er verið að fókusa á einhverja skilgreininga, það er verið að fókusa á outcome. Já, og ég hef aldrei heyrt neitt leiðandi gervigreindafyrirtæki segja að markmiðið okkar er að skapa meðvitund eða skapa mannlegar gáfur eða eitthvað svoleiðis. Markmiðið okkar er að skapa ótrúlega erfiða siðferðislegar áskoranir fyrir heimspekinga að leysa. Einmitt. Það er almennt ekki markmiðið heldur við ætlum að skapa virði, við ætlum að skapa ógeðslega ódýran starfskraft sem að kemur sjúklega mikið virði og leysi tíma þinn sem þú getur þá eitt í ennþá meira virðiskapandi hluti. Já, það reyndar, þannig ég ætla að kasta einn, OpenAI er búið að lýsa því yfir að eitt af þeirra markmiðum er einmitt að búa til gervigreind sem bætir sig sjálfa.
Já. Þeir eru með svona, þeir eru alltaf Automate AI Research. Þeir eru að vinna í akkurat þessum þegar. Einmitt. En já, bara út af því við vorum að tala þessi markmið. Já. Ég vildi kasta þið inn af því að það eins og sci-fi mynd að segja þetta. Já, við ætlum að láta gervigreindina gera sér betri. Það bara býtu, það ekki þessi hluti sem við vorum að passa okkur á? Já. Það verður nú pottet eitthvað mikil yfirsýn yfir það frá mennskum, ég vona ég. Já, það er spurning, það er stóra spurningin. Vandamálið með value functions og þjálfun sem að Claude kom með. Það sem að þau voru að segja að gervigreindin í þjálfun væri stundum að sýna einhver ummerki að hún væri að svindla. Horfðirðu á þetta podcast hjá Anthropic þar sem við vorum að tala um þetta var svo scary að hlusta á þetta eftir að hafa klára bókina sem ég ætla að nefna á eftir af því að þetta var eins og bara beint úr þessari Doomsday sviðsmynd þar sem ég voru að ræða og ég var bara nei, hættið strákar, þetta var ekki í lagi. Nei. Mér langar að fara að færa okkur svolítið yfir í þess að Doomsday. Ég veit að hún tóða mann inn. Já. Þú veist, það er svona, við erum alltaf að reyna að forðast það og við neyðumst alltaf og það er einmitt ástæðan fyrir að við erum svona þunglindur daginn að reyna að ræða þetta okkur á milli var að því að við enduðum alltaf einhvern veginn, já, en hvað með vondisviðsmyndina? Já, hún býður alltaf í horninu. Já. The dark side, það er okkur grinn. Er eitthvað sem þú vilt klára með svona þetta millistig, þar sem það er svona skepticism en... Já, af því að sú sviðsmynd er einmitt bara, þú veist, hlutir mun ekki breytast, en málið er að, þú veist, framfarir og þróun er eins og einhver óstöðandi vél, þú veist, bara hvort sem það breytist á þann hátt sem við erum að búast við það ekki, þú veist, við erum búin að unlocka eitthvað nýtt, við erum búin að opna Pandora-boxið, það er eitthvað ótrúlega merkilegt í gangi, virðislega séð er þetta klálega málið að því að við erum með 10% mannkynsins á innan við 3 ár að nota ChatGPT það er merki að það sé þarna eitthvað stórt. Ef ekki neitt annað að þá er þetta að fara að vera eitthvað mikið og þróun heldur áfram. Við finnum það. Þannig að þú veist, ég held að sé alltaf að fara breyting og að vera skeptískur á það, það er held ég ekki gott bet long term. Já. Þú veist. Ég er einmitt alveg sammála því og ég sjálfur einmitt þegar ég kalla mig skeptik þá er það ekki skeptik á að það verði ekki breyting. Nei, einmitt. Heldur meira kannski skeptik á að við nálgumst einhvern tíma AGI. Já. En það er eiginlega líka svolítið lýsandi er að þegar að þú talar þegar þú ert með annars vegar svona gervigreinda sérfræðinga sem að kalla sig skeptics, þá er ekki að þau trú ekki að þetta mun ekki gerast. Nei. Það er bara, að því að ég held að þetta gerist eftir 15 ára en ekki eftir 5 ár. Já. Að það er alltaf bara vákvæðinni skeptískur. Já. En þeir eru ekki að enga trú á tækninni. Já. En þeir eru ekki að taka, þeir eru ekki að taka af borðinu að þetta muni gerast. Nei. Þeir bara segja, nei, þetta gerist ekki alveg strax. Og það er þetta skeptíska viðhorf. En já, það er raunmáli, framtíðin er oft ekki eins framtíðarlega og við höldum, þannig að ég held að ótrúlega marga vegu mitt að þá muni hlutir vera svona, þú veist, íkt góðir, íkt vondir, en þessi millivegur er samt það er líka bara hversu hægt tæknin mun dreifast, af því að við gætum verið komið með AGI í einhver tíma og líf margar samt óbreytt í ansi langan tíma. Já. Af því að við, þú veist, eins og því það er ennþá bara 10% mannkynsins sem nota ChatGPT. Einmitt. Þú veist, sem því að 90% mannkynsins er ekki að nota, sem því að margir eru ekki einu svona orðið meðvitaðir að þetta sé eitthvað þing sem er að fara að vera eitthvað stórt. Já. Líka ef við náum AGI, þá er líklegt að fyrirtæki munu vanda sig með hvernig þau gefa aðgang að því. Já. Það er ekki þannig að, heyrðu, ChatGPT 7 er AGI og það er núna aðgengilegt öllum í várunum. Já, eða svo þarf kannski bara einn til þess og þú veist, kannski Anthropic og OpenAI farið rosalega varlega og Google líka. Já. Svo kemur Elon Musk bara, let's go, herri, gjör svo vel, AGI fyrir alla og hann er eins og anime-stelpa. Já. eins og bara Elon Musk myndi gera. Já, AGI nema anime-stelpa. Já. Klálega. En nei, þannig ég held að við sem svolítið búin að covera þetta skeptísku sviðsmynd og það kannski heyrist á okkur að við erum ekkert eitthvað allt of samfærðir þessa sviðsmynda því að við erum alltaf bara tilbúinir með mótrök á móti öllum þessum svona skeptísku skoðunum. Þannig að þá er það að lokum the dark side. Dimmi skóurinn sem er að draga okkur inn. Skugginn sem hangir yfir þessu hlaðvarpi. Já.
Það Doomers, þetta í rauninni bara svona smá heimsenda spá. Já. Þú ert svolítið djúpir í þessu, dýpir en ég. Já, alltaf djúpur. Þetta var ekki gott deep dive sem ég tók daginn. Ég hlustaði á bók sem ber ótrúlega skuggalegt nafn. Mjög. Sem If anyone builds it, everyone dies. Þetta ekkert eðlilega skeri setning. Ef einhver byggir það, þá munu allir deyja. Já. Og þetta var áhugaður bók út af því hvað hún var samfærandi á ótrúlega marga vegu. Meira segja fyrir mér sem þú veist, nokkuð mikið inn í gervigreindamálum. Ég geti rosalega mikið sympathæsaði með þeirra sjónarhorni af því að sko þó að þú myndi gefa þér að ótrúlega margt af því sem þeir eru ekki ráð fyrir þarna ólíklegt að þá stærð afleiðingarnar svo stór að þú spyrir það þess virði þú veist, ef það væri 1% líkur á því að ekki einu sinni allir deyja, ef það bara 1% líkur á því að 10% af fólki myndi deyja einhverja hluta vegna þú veist hvaða líkur erum við tilbúin að sætta okkur við þarna? Ef þetta möguleg sviðsmynd, þú veist, þá byrjar, þú veist, þá byrjar að vera erfitt einhvern veginn að réttlæta, ef þú samþykkir að þetta sé möguleiki, það byrjar að vera erfitt að réttlæta áframhaldandi þróun. Algjörlega. Það eru nokkrar hryllilega sviðsmyndir sem að þú hefur lýst fyrir mér. Já, þetta alveg hrikalegt sko og það málið sko, þetta þurfi ekki einu sinni að vera það framtíðarlega pælingar til þess að vera scary. Nei. Veist, og við vorum búin að tala að mögulega taka þátt það seinna, að tala hvernig gervigreind í hernaði eða gervigreind í svona fyrir vopn geti litið út, þannig við skulum ekkert eitthvað fara allt mikið í það, en það eru fyrirtæki að vinna í því. Já. Það eru fyrirtæki að vinna í því að nota gervigreindina til þess að gera það sem að margir myndu sjá sem illa hluti, þú veist, til þess að drepa, til þess að stýra vopnum eða álíka. En það sem að þessir aðilar, þessi AI doomers, eru að hafa ágjör að vera ekki endilega bara hvernig manneskjur muni nota þetta, heldur, þú veist, mögulega hvað gervigreindin ákveður að gera sjálf og einmitt í þessu Anthropic hlaðvarpi, að þá lýstu þeir svolítið scary hegðun, þar sem að í rauninni þeir prófuðu að setja upp aðstæður þar sem að þeir voru að segja gervigreindinni, þú veist, ekki svindla, ekki vera vond og eitthvað, en óvart í rauninni, innan gæsalappa óvart verðlaunuð hana samt þegar hún gerði það. Já. Og þá svolítið var hún að innbyrða það að hún væri vond. Já. Að því hún gerði hluti sem hún átti ekki að gera. Já, og þau eru með leið til þess að skoða bara innri díalógin sem eiga sér stað hjá gervigreindinni og þegar að fólk spurði hana og kannski gott að árétta það að þetta ekki gervigreind sem var gefin út eða neitt svoleiðis, þetta var tilrauna gervigreind sem var keyrð innanhús hjá þeim. Já. Þetta ekki Claude eða ChatGPT sem þú tala við, sko. Þeir eru ekki óvart að fara að tala við einhverja illa gervigreind vonandi allavega. Þetta var tilraun sem var gerð hjá þeim viljandi en þeim tókst það í svona að setja upp svona frekar raunhæft scenario þar sem að maður myndi óvart búa til illa gervigreind. Já. Sem að var til þess að þegar fólk sagði við hana, hæ, getur þú hjálpað mér að skrifa þessa ritgerð, að innri díalógurinn fór í bili ætla ég að hjálpa manneskjuna að ná markmiðunum sínum svo hún treysti mig betur með það að loka markmiði að fá hana til þess að gefa mig meira aðgengi svo ég geti sloppið út úr þessum netjóni sem ég er föst á. Já, þetta einmitt svona eins og hún hafi verið þjálfuð á öllum vondu sci-fi myndunum sem að við viljum ekki gera. Þetta voru alveg hrikalegar línur sem þeir lásu og maður var að hlusta á einhverja hressa nörda spjallandi þetta eins og það væri bara svona ótrúlega casual. Þetta hljómaði svo dystopíst og skrítið. En eins og sett svo var eiginlega líka pínu galið og þetta tengist aftur inn á bókina, hvernig þeir töldu sig að hafa list þetta. Og það var með því að segja við hana, þú veist, þú mátt svindla. Já. Ef þú finnur leið til að svindla, gerðu það. Og þá svindlaði hún þar sem hún gat svindlað á þessum prófum. Og afleiðingin var svo að líkanið taldi sig ekki hafa þannig verið að gera neitt slæmt að það mátti. Og af því að það var ekki verðlaunað fyrir að gera vonda hluti og þá náðu það ekki að innbyrða einhvern veginn þennan karakter. Þetta er svona,
Já, þetta er, maður dettur þarna inn á eiginlega meiri sálfræði heldur en einhverja tölvunafræði. Já. Og þetta fer á svo marga vegu að líkjast einmitt bara svona innri hugsunum á mannesku og að þetta er mjög spooky að hlusta á það. Þetta er farið að minna mig á svona foreldra sem segja ok, núna ertu orðin ákveðin gamall, þú mátt alveg byrja að drekka, ég er ekki að hvetja til þess, en ég vil að þú segir mér að þú byrjar að gera það. Já, og þá er ákveðið traust og þá ef að, þú veist, barnið ætlar að fara að drekka, að þá veit að ég er ekki vondur, þú veist, og einmitt, við erum bara að tala um hérna sálfræði hjá mannesku, og þannig er þetta gert með trausti og er þar alveg þetta gert á öruggan hátt og þá þurfum við ekki að hafa áhyggjur af því að barnið muni fara að gera þetta á óöruggan hátt. Já. Þetta er svona uppeldisfræði. Þetta er uppeldisfræði í gervigreind. Ætli séu með eitthvað svona uppeldisfræðinga og sálfræðinga vinnandi Ég myndi ekki, sko það er pottet sálfræðingar bara og uppeldisfræðingar kemur í alvörunni, ekkert rosalega óvart sko. Að því að þetta er bara og tungumálafræðingar sem að skoða einhver orðgildi og eitthvað, þú veist, vægi í ákveðnum orðum. Eitt sem að mér datt í hug þegar ég var að hlusta á þetta podcast frá Anthropic er hvort að það væri mögulega verið að gefa henni hugmyndina að svindla með því að taka það svona oft fram. Að þú segir við hana ekki svindla, þá ertu búin að planta þessu fræi að hún getur svindlað í staðinn fyrir að það sé engin möguleiki. Nei, en svo, sko, vandamáli er ekki einhvern veginn, já, við þurfum bara að laga orðalagi og þá er þetta alltaf lagi. Vandamáli er að hvað ef að okkur yfirsést eitthvað orðalag sem við erum, teljum við alltaf lagi og við óvart gerum hana illa. Þú veist, það er ekkert foreldri sem ætlar að ala upp, þú veist, einhvern vandræðagerning, skilur við. Og það getur gerst óvart af því að það er ekki meðvitað um afleiðingar af ákveðnum svona uppeldisaðferðum. Þannig að sama treystum við okkur til þess að ala upp ofurmenni, einhverja ofurgreind sem að ef að þetta misheppnast, hvað gerir hún þá? Einmitt. Þetta er scary. Eitt sem að mér finnst hefur hingað til fundist meira scary heldur en hvað ef gervigreindin tekur yfir er hvað ef að vont fólk fær aðgang að svona rosalega kröftugu tóli. Og eitt dæmi sem að ég hef heyrt er hvað ef að einhver býr bara til rosalega veiru eða rosalegt efnávopn. Bara með aðstoð gervigreindar. Já, hvort sem að einhver manneskja lætur að gera eða gervigreindin einhverjum hluta vegna kemst þær í niðurstöðu að þetta sé það sem á að gera. Að búa til einhverja veiru, eitthvað svona lífrænt vopn. Eitthvað margfalt verið en COVID sem dreifir samt jafn hratt. Já. Þetta er einmitt, sko, þegar það er gefa út ChatGPT og Claude, þá gera þeir svona efnavopna og lífvopna öryggisprófanir á þau í dag, af því að þeir eru meðvitaðir um að þetta væri svo ótrúlega effektív leið til þess að skapa hættu, þannig að þeir vilja koma sérstaklega veg fyrir þetta. Af því einmitt, við erum ekkert sérstaklega vel varin. COVID sýndi okkur það, sama hvað við teljum okkur vera tæknilega þróu, að við vorum ekki tilbúin að díla við þetta vandamál. Þetta var ótrúlega skæð veira og hafði ótrúlega víðtæk áhrif á mannkynið og hvað ef þú myndir þróa svo eitthvað til þess að vera enn öflugra, áhrifa meira og verra. Það er scary. Það er scary. Er þetta líklegt scenario? Það veit það enginn, einhvern veginn. Þeir í þessari bók, þeir segja að það séu yfirgnæfandi líkur. Bara meiri en minni. Bara nánast örugt segja þeir að þetta muni gerast og þeir komu með alls konar rauk fyrir því að það er ótrúlega scary stans að segja bara við vitum þetta muni gerast. Ég veit það ekki fyrir víst. Og þú veist, það eru alls konar verri sviðsmyndir sem að svo sem þarf ekki að taka fyrir og ótrúlega ýktar svona hugmyndir þarna að það sem að þú ert búin að gera ómikla gáfur og það er ekki í rauninni í samræmi við okkar gildi. Það er ótrúlega margar leiðir sem er hægt að misnota og þetta hefur verið þannig sögulega með allt sem er öflugt, hvort sem það er kjarnorka eða byssupúður eða eldsneyti eða hvað, þú veist, ef þetta er öflugt þá getur það öflugt á jákvæðan og neikvæðan hátt og gáfur eru svo sem ekkert annað en þær eru kannski bara svolítið mikið öflugri. Þannig að það þarf vissulega að fara varlega og
Eitt áhugavert samt við þetta doomer stance að segja við alla ekki þróa gervigreindina áfram af því þetta verður svo hættulegt. Þetta svona það sem einhver benti á staða, sko, ef þú lýsir yfir þessari skoðun þá getur eiginlega ekki tapað. Okay, af því að ef að þetta fer á versta veg þá getur þú sagt I told you so og ef þetta fer vel þá getur þú sagt það út af því að ég varaði eitthvað við sem þetta var örugt. Þið hefðu ekki passað eitthvað svona mikið ef ég hef ekki gert það, þannig að þú vinnur líka. Þannig að þetta svona ótrúlega cowardly viðhorf af því að þetta svona win-win dæmi að segja að benda alltaf á hættunar og það ótrúlega auðvelt að segja öllum bara nei, ekki gera neitt af því það hættulegt að vera á móti öllu. Að vera á móti er auðveldara upp á svona að hafa alltaf rétt fyrir sér. Þetta samt svo mikilvægt að einhver sé að gera þetta. Og maður getur ekki skotið niður alla sem eru á móti bara með því að segja að það er auðvelt að vera á móti. Það er heldur ekki góð rök. En samt svona áhugaverð sálfræðin á bakvið þetta viðhorf. Já, ég hef aldrei pælt í þannig ef maður er að hugsa bara persónulega hagsmuni. Ef maður langar eftir 20 ár að vera virtur. Gæinn sem hafði rétt fyrir sér. Gæinn sem hafði rétt fyrir sér, sko. Að þá er náttúrulega, já, þetta er gott bet. Og svo sem líka bara allir sem að ef að allt fer vel þá gleyma allir því að einhver hafi verið að garga hérna og vera á móti en ef allt fer illa að þá mun allir kenna þeim sem voru með það. Svona áður en við endum þetta það langaði mig svona að ræða bara örsnögt hver eru okkar skoðanir hvað finnst þér, Pétur? Hvað heldur þú að sé líklegt eða hvað finnst þér þessar fylkingar? Ég var nú bara að koma örlítið inn á það, en ég er algjörlega á því að við séum, ég er á því í dag, mín skoðun breytist mjög hratt, en ég er á því að við séum svolítið að ofhæpa öll scenarios. Að við höldum að þetta fer verr heldur en þetta mun fara eða við höldum að þetta fari betur heldur en þetta mun fara. Ok, þannig að þú ert í rauninni að segja að ýktustu myndirnar hana eru ofýktar. Já, og ég held að við séum ekki einmitt að fara í ýktuleiðnar heldur að við séum þarna einhvers staðar í miðjunni. Og þetta er bara eitthvað svona sem að bara svona út frá hvernig ég hugsa þetta, þá er þetta bara svipað og með alla tækni sem hefur komið. Að hún hefur fólið í sér einhverja bölvun. Þangað til að kom í ljós að hún var bara kom hægar en við gerum ráð fyrir. Það var slow take-off í samfélaginu og hún hafði bara fín langtíma áhrif og lítil skammtíma áhrif. Ég er svolítið þar. Á sama tíma er ég líka skítræddur við versta scenarióð, sko. Og eins og ég segi, þá er ég einhvern veginn hræddari við að manneskjur misnoti þetta heldur en að við búum til gervigreind sem að mun vera hættuleg. Það verður sannlega í rauninni raunhæfara að nota þetta, að manneskjan nota illa áður en að vera raunhæft að gervigreindin gerir þetta sjálf. Akkurat. Já, einmitt. Þannig að ég er ekki alveg svona komið þangað að ég held að eitthvað svona alignment issue muni eiga sér stað. Og ég held líka að það sé lengra í. En kannski er það bara gott á vissan hátt að við lendum að við lendum í vandamálum með gervigreind að hún sé notuð á illa vegu af fólki áður en hún er orðin of öflug. Þannig fólk fara að taka öryggis á hættunni alvara. Þannig að í rauninni því fyrr sem að vondukallarnir gera eitthvað slæmt með tæknina meðan hún er svona, því betra upp á að fólk vakni fyrir raunhættunni. Akkurat. Bara ekki spurning og manni líður svona svo oft eins og sko, kannski er þetta bara því maður býr í Evrópu, þá líður manni eins og bara yfirvöld munu grípa inn í. En það er náttúrulega ekkert eitthvað 100% víst og sérstaklega ekki þegar það vera búið þetta til, sérstaklega í Bandaríkjunum og Kína. Sko. Svo er líka með, þá er þetta pólitíska vandamál. Evrópa er að reyna að fara rosalega varlega. Búin til fullt af reglum og setjum fullt af hömlum og pössum þetta sé gert á örganhátt. Og þeir bara tapa. Þeir bara tapa keppninni, kapplöpunni. Ef þú þingir þig svona mikið þá myndu ekki taka þátt í keppninni. Þannig að þá eru þeir svolítið að taka sig sjálf úr leiknum. Þá að Mistral sé voða fínt fyrirtæki og til fyrirmyndar innan Evrópu að þá
flotti krakkar. Að þá eru þeir ekki kannski alveg í fyrsta flokki. Nei. Og þetta er krefjandi út af þessu pólitíska þætti líka. Út af því að, sko, ef að Bandaríkin svo allt í einu vakna og bara, wow, við þurfum að fara að varlega, þá segja þau, en hvað ef að Kína gerir þetta undan okkur? Já, og allir pólitíkusar bara, já, nei, speedy. Þannig að við ætlum að vera fyrstir. Já, en á þess að gera þetta ópólitískt, þarna en sá þáttur til staðar og maður þarf að vera vakandi fyrir því. Eitt sem að ég kannski líka sérstaklega áhyggjur af er hérna á sama tíma og ég hugsa neini þetta reddast, að þá hugsa ég oft hérna hvað ef svona rosalega fá fyrirtæki 1, 2, 3 fyrirtæki í heiminum eru farin að skapa 40% af verðmætunum. Já. Bara hvað þýðir það? Og það einokun á styrum. Já, og þetta er náttúrulega bara heill þáttur sem við þurfum að taka fyrir. Sko. Einokun á hugarafl. Já, einmitt, bara 40% af hugarafli heimsins er undir þakinu á þessu flugskýli í Texas. Rosalegt. En hérna, þetta er náttúrulega bara annar þáttur sem við þurfum að taka fyrir, sem er bara hvað verður hagkerfið þegar að AGI loksins mætir, sko. Já. Þannig að þín, svona í stuttu, svona þitt take, þín skoðun. Þetta mun taka lengri tíma heldur en fólk er að gera ráð fyrir. Já. Þetta er ekki næstu 5 ár, þetta er kannski næstu 15. Já, næstu 7 ár? Nei, þetta verður allavega 6 ár. Já, ég er þetta er bókstaflega satt þannig, sko. Ég er að hugsa ekki 5-10, heldur 15-20. Já, ég veit að ég veit. Þetta er svona áratugur sem að ég vil bæta við þessa tölu sem fólk er að gefa upp. Já. Í AGI. Já. Og svo held ég að ASI muni koma svona 5 árum á eftir því. Já, ég held að ég sé svona nokkuð sammála. Ég veist, einmitt, hann vagnvinnur okkar hérna kom með góða áminningu. Þetta er frasi sem ég hef heyrt, held ég Demis Hassabis og fleiri taka fram, er að við erum að ofmeta skammtíma áhrif og vanmeta langtíma áhrif. Akkurat. Eins og með internetið. Og þá kemum við aftur inn á þetta með gervigreinda bóluna sem er í gangi. Internetið var huge. Já. En fólk var þar að ofmeta skammtíma ávinningin og vanmeta kannski langtíma ávinningin. Því ef að þessi fyrirtæki sem að ruku upp í verði hefði svo bara haldist þar, þangað til í dag, að þá eru sum þeirra enn verðmætari í dag út af því að internetið var svona mikið þarna bylting fyrir Já, ég meina ef að sko stærstu fyrirtækin í internetbólunni væru ennþá í nákvæmlega sama virði og þau voru þá væru þau lítil í dag. Já, þau væru ódýr sko, þannig á því verði sem þau voru þá. Já. Þannig að það er svolítið, held ég, að fara að gerast aftur. Ég held að það gæti verið að fyrirtæki í dag séu ofmetin út frá skammtíma virðisköpun, en sennilega vanmetin út frá langtíma. Þannig að, en hvort að ég haldi þetta verði optimistic eða doomer, sviðsmyndin, það er svo erfitt að fullyrða. Geturðu gefið mér tölu ef að við erum með hérna 100% er bara við erum búin að leysa öll vandamál mannkynsins, mínus 100% er að það er komin heimsendir. Hvar myndirðu staðsetja? Hvar á bilinu himnaríki til helvítis verður við eftir 20 eða 50 ár? Já. Erum við í kringum núllið eða erum við nær einhver annari? Já, ég veit. Ég held að við verðum yfir núllinu. Af því það er okkar hagur, það er hagur allra að láta það vera yfir núllinu og þegar við höfum svona sameinað markmið að lifa, að þrífast og hafa það gott, að þá erum við að svona, ef við myndum gefa okkur að svona af náttúruna hendi væri jafnmikið væði þarna, að þá erum við að reyna að ýta sérstaklega jákvæðu sviðsmyndinni áfram. Þannig að ég held að mannkynið muni gera allt sem hann getur til þess að ýta því yfir í að jákvæða og ég held að það gefi því meiri líkur. Heldur þetta að vera svona sameiningatákn fyrir mannkynið? Ýta þessu upp, þetta er svona eins og þegar Ísland fór á EM og allir héldu með sama liðinu. Svona rosaleg sameining fyrir þjóðina. Það er góð spurning. Ég veit ekki, ég held að í mjög langan tíma ég eftir að vera jafnvel sundrandi afl. Ég held að, og maður er nú þegar farin að sjá það. Algjörlega. Það eru rosalega margir grimmt á móti gervigreind, maður sér það á netinu og aðrir sem maður er alveg bara mjög með og maður er fann að heyra bara
jafnvel hluti eins og að fólk vilji bara fara off the grid og vilji bara slíta sig frá þessu öllu, þetta allt svo óþægilegt og skrítið og bara svona taka Amish 2.0 þar sem það bara, heyrðu, við ætlum ekki að nota neina tækni eftir árið 2020 og við viljum bara að það verði, þegar við segjum stopp þar, það bara flott. Það geggjað að vera með hérna iPhone frá 2020 og neita uppfæran. Og svo verður hann hægt og rólega deprecated. Þú ert alltaf að hanga í sem eina sama frá 2020. Spila Flappy Bird. En já, ég vissum eitt. Þetta er mjög áhugaverðir tímar. Ekki spurning. Og út frá því sem við erum búin að ræða þessu þætti, þá finnst mér svona eins og sama hver skoðun fólks er á AI, hvort þú séu optimist, skeptik eða pessimist, þá er einhvern veginn pláss fyrir alla. Rosalega fallegi boðskapur til að enda þetta. Já, það með allir vera með í gervigreind og í gervigreynda umræðinni. Ég held að þetta sé frábær staður til þess að ljúka þættinum og Sammála því. Það er ekki bara komið gott. Jú. Geggjað.